Rússneskur auðkýfingur fékk langstærstan hluta þeirra lána sem lánanefnd stjórnar Kaupþings veitti á sínum síðasta fundi, 270 milljarða króna. Alls námu lánin 450 milljörðum. Lánanefnd Kaupþings ákvað á síðasta fundi sínum fyrir hrun að lána samtals 450 milljarða króna til félaga sem tengjast stórum eigendum og viðskiptavinum bankans. Þar af fékk rússneskur auðkýfingur 270 milljarða króna að láni. Síðasti fundur lánanefndar stjórnar Kaupþings var haldinn 24. september 2008 í Lundúnum. Þá samþykkti nefndin lán upp á 450 milljarða á gengi dagsins. Langstærstu fjárhæðirnar fór í viðskipti rússnesks auðmanns Alisher Usmanovs hátt í 270 milljarðar. Nafn Usmanovs var ekki á lánayfirlitinu sem var kynnt stjórn Kaupþings daginn eftir og síðan lag á Wikileaks. Usmanov fékk lán til að kaupa hluti í Sampo en Exista seldi í Sampo sama leyti. Ekki þó hægt að fullyrða hvort sú sala tengist láninu til Usmanovs. Í fundargerð lánanefndarinnar sem Fréttastofa Ríkisútvarpsins hefur undir höndum kemur fram að það verið að lána stórum eigandum bankans, Ólafi Ólafssyni og Existu félögum og búnar til fléttur til að lána meira inn í samstæðurnar. Eins og kunnugt fékk Exista nauðasamninga. Einmitt á þessum fundi voru veitt lán sem styrktu Existu og lengdu lánalínur. Sama var gert í öðrum fyrirtækjum sem tengjast Ágústi og Líði Guðmundsssyni. Það sem var gert á þessum fundi hefur því haft mikil áhrif á hvernig félögunum vegnaði eftir hrun. Á þessum fundi voru einnig afgreidd lánin til Altani og hans félaga vegna kaupa á hlutabréfum Kaupþings. Þarna kemur fram að hann fékk lán upp á 50 milljónir dala sem fyrirfram greiddan arð vegna viðskiptana. Með öðrum orðum, þá átti hann ekki að bíða eftir hvort viðskiptin skiluðu arði. Veðið var þannig að sheikinn bæri tæplega skaða persónulega ef láni var ekki greitt. Á fundinum voru Sigurður Einarsson, þá stjórnarformaður Kaupþings, Hreiðar Már Sigurðsson, forstjóri bankans, 2 stjórnarmenn bankans, þeir Bjarnfreður Ólafsson og Gunnar Páll Pálsson og svo Bjarki Diego. Hlutverk lánanefndar stjórnar Kaupþings var að fara yfir lánin til stærstu skuldara. Samkvæmt heimildum Fréttastofu var andrúmsloftið á fundinum afslappað, þarna var verið að kynna uppgjör bankans sem virtist sýna góða stöðu. Daginn eftir felldi stjórn Kaupþings þó niður ábyrgðir starfsmanna vegna lána til hlutabréfakaupa í bankanum. Kaupþing vildi lána auðjöfurinum Alisher Usmanov tæplega 300 milljarða króna til að kaupa á hlut í finnsku tryggingafélagi sem Exista, stærsti eigandi bankans, tapaði stórfé á. Kaupþing ætlaði að lána erlendum auðkýfingi tæplega 300 milljarða króna tæpum 2 vikum áður en bankinn féll til að kaupa 10% hlut í finnska tryggingafyrirtækinu Sampo. Stærsti eigandi Kaupþings Exista átti þá 20% hlut í finnska fyrirtækinu og seldi hlutin á brunaútsölu 2 vikum síðar með ríflega 200 milljarða króna tapi. Samkvæmt fundargerð frá síðasta fundi lánanefndar stjórnar Kaupþings sem haldinn var í Lundúnum þann 24. september árið 2008 og Fréttastofa hefur undir höndum voru samþykktar lánveitingar fyrir 450 milljarða króna. Til samanburðar má nefna að upphæðin nánast sú sama og íslenska ríkið hafði skatttekjur það sama ár. Féð átti meðal annars að lána Exista félögum sem þá var stærsti eigandi Kaupþings, öðrum stórum eigandum bankans, margum ræddum Altani og hans félögum til hlutabréfakaupa í bankanum og loks auðkýfingnum Alisher Usmanov frá Úsbekistan. Usmanov átti að fá 270 milljarða króna, en samkvæmt heimildum Fréttastofu var lánið aldrei afgreitt að fullu frá bankanum og óvíst með afganginn af milljörðunum 450. Skilanefnd Kaupþings staðfesti við Fréttastofu í dag að allar umræddar ákvarðanir lánanefndarinnar séu til skoðunar hjá nefndinni. Samkvæmt fundargerðinni ætlaði Usmanov að nota hluta fjárins til að kaupa tæplega 10% hluti í finnska tryggingafyrirtækinu Sampo, en auk þess skuldbatt bankinn sig til að fjármagna og leppa eignarhald Rússans á stórum eignarhluti í rússnesku málmframleiðslufyrirtæki. Svo virðist sem fjármálagjörningurinn hafi aldrei verið afgreiddur í bankanum. Hugsanlega hefur fall Glitnis 2 vikum eftir að lánveitingarnar voru samþykktar haft þar áhrif. Daginn fyrir fall Glitnis var ákveðið á kvöldfundi í stjórn Exista að fela erlendum bönkum að annast flýtiútboð á 20% hlut félagsins í Sampo.
Strax morgunin eftir selur Exista ýmsum fjárfestum hlut sinn í Sampo fyrir ríflega 200 milljarða króna en félagið tapaði 217 milljörðum króna á finnska tryggingafélaginu. 2 dögum síðar þann 9. október tók ríkið Kaupþing yfir. Alisher Usmanov einn auðugasti maður heims. Á auðmannalista Forbes hann í 100. sæti og eignir hans eru metnar á 7,2 milljarða dala. Það ekki aðeins í Rússlandi að fjölmiðlar fylgjast með Alisher Usmanov. Breskir fjölmiðlar hafa einnig mikinn áhuga á honum því hann á rúm 26% í enska knattspyrnufélaginu Arsenal. Í haust kom í ljós að í hópi erlendra fótboltaliðs eiganda Usmanov nú sá þriðji auðugasti í Bretlandi, orðinn ríkari en sjálfur Roman Abramovich. Alisher Usmanov fæddur 1953 í Úsbekistan. Hann var dæmdur í fangelsi á unga aldri vegna mútugreiðslna, fékk síðan uppreisn æru en stjórnarfarið í heimalandi hans vægast sagt umdeilt. Usmanov tilheyrir þeim hópi rússneskra auðmanna sem bæði hefur góð sambönd heima fyrir og stundar viðskipti erlendis. Hann hefur mikil ítök í námu og málmgeiranum í Rússlandi og víðar, situr í stjórn eignarhaldsfélags Gazprom sem umfangsmikið í rússnesku viðskiptalífi, framamaður í samtökum rússneskra iðjuhölda og nátengdur rússneskum valdhöfum. Hann hefur keypt rússneska fjölmiðla en hefur ekki þótt efla sjálfstæði þeirra. Usmanov eignaðist hlut í símafyrirtækinu Megafon sem lengi var bitbein rússneskra auðmanna og tengdist einnig stjórnmálamönnum. Þar kom danski lögfræðingurinn Jeffrey Peter Galmont við sögu en Galmont hefur verið lögfræðingur ýmissa íslenskra aðila. Nú síðast Usmanov í fréttum fyrir að vera orðinn stærsti hluthafi í Facebook utan Bandaríkjanna. En af hverju hafði Kaupþing áhuga á viðskiptum við Usmanov? Samkvæmt heimildum fréttastofu hafði Kaupþing hug á umsvifum í Rússlandi og áleit að Usmanov gæti greitt götu bankans þar. Orðstír Usmanovs þó þannig að það væru ekki allir bankar tilbúnir að hafa úsbekan í viðskiptum.